Fyrir Robert Einarsson. Ekki máli. Þú ert fyrsti viðmælandi sem kemur að mér á Nærbuxum. Já, það er bara búið. Það er búið, þú getur hægt að hafa áhyggjur af því að það mun gerast aftur. Þetta, já, þú komst, gerirðu það fara með að mæta tímalega? Nei, þetta er svona bölvun. Ok. Ég get ekki mætt of seint. Akkur ekki. Og það er bara eitthvað genónum eða eitthvað. Og að ég hef svona tilhneigingu til að mæta aðeins og snemma. En ég er aldrei of seint. Það þarf eitthvað rosalega að gerast og ég verður seint. Það er eitthvað gaman að koma aðeins aftan af fólki. Já, einmitt, af því að íslenski siðurinn er að mæta það svo seint. Þannig að maður svona reiknar yfirleitt með því að fólk sé að koma 5 mínútum seint. Ég er svona, ég skrifa náttúrulega svona löggubækur og því ég stinni langaði mér bara alltaf að vera svona löggar. Og það er náttúrulega bara mér fyrir taktík, ef ég væri löggað myndi ég alltaf gera þetta, ég myndi alltaf ná mannum í bólinu. Já, mæta alltaf. Koma þær og það átti ekki von á því. Og góðan daginn. Svo sagðirðu mér líka að þú værir eiginlega bara alltaf að hissa á því hvað þetta gengi vel. Já, ég get ekki verið annað en bara hissa og þakklátur, gleyma því ekki. Af því að ég var 30 ára rithöfundaafmæli á næsta ári og þetta byrjaði ekki, sko, þetta er mjög, ég er svona late bloomer. Ég slæ aldrei í gegn á einni nóttu eitthvað, en það held ég að það sé bara ekki gott. Það getur verið erfitt að slá í gegn með fyrsta lag, fyrstu bók, fyrstu bíómynd. Þannig að það tók mig mjög langa tíma að byggja upp feril og líka bara verða góður að skrifa og finna fjölina og svona. En þetta er búið að ganga mjög vel, mjög lengi. Og það er bara, svona á þessum síðustu og verstu tímum það sem er bara Netflix og allir í símanum og auglýsingabrjálæði og vera að keppast athygli fólks frá fæðingu nána, sko. Þá er alltaf, það er auðvelt að missa trúna á gömlu góðu bókinni sem er bara pappír og hlutur. Maður haldi bara einn daginn verið búið að gleyma bókinni og komin í símann. Og það er eitthvað svona en það hefur bóksalega dregið saman. Það er ekki leyndarmál. En ekki eins mikið hjá mér eins og mörgum öðrum og í fyrra bætti ég við mig jafnvel 20% á meðan að engin annar gerði það. Í sölu? Í sölu. Hvað varst að selja mörgir? Það er trúnaðarmál. Það er trúnaðarmál? Já, menn segja. Þetta ekki opinbera tölur eða? Nei, þetta er erfitt að finna út, sko. En þessar tölur eru búin að lækka alveg gríðarlega, sko. Það er fyrir einhverjum svona 15 árið með eitthvað, þá voru toppanir að selja yfir 10.000 eintök, alveg 12.000 og eitthvað svona. Það er alveg hægt. Það glemdu því, sko. Það er enginn að selja 10.000 bækur. Þetta svo bætist ofan á, þú veist að nefna sko Netflix og símana, en svo bætist ofan á það var það sem ég tók eftir þegar ég gaf út mínu síðustu bók. Af hverjum 10 skilabóðum sem ég fékk frá fólki sem var að hrósa mér, þá voru 9 ég var hlustabúnd. Já, það er. Þannig að þú veist, þannig að maður hugsa sko, þú veist, að en hlutfallslega fær höfundurinn náttúrulega miklu minna per hlustað eintak heldur keypt eintak. Þetta er svona nýtt, sko, ég stökk fljótt á þennan vagn, hljóðbókavagnin, þó að ég fái minni pening af því að þetta er bara, sko, þetta er komið til að vera og þetta tekur einhverja sölu, þetta kemur samt meir í staðinn fyrir bókasöfnin. Að fólk er hægt að fara bókasöfnin, kannski fyrir annan bók, er bara áskrift og er að hlusta. Ég er ekki á móti þessu og kvarta ekki yfir, þetta er bara ný tegund af neyslu, en þetta er alveg lestur, fólk er að hlusta bækur. Þannig að þetta er bara breyttur veruleiki og ég fæ samt meira fyrir hlustun heldur en útlána bókasafni. Já, einmitt. Og ég held að það sé bara góð skipti fyrir mig, sko. En svo ég var að gefa út bók út daginn og hún byrja bara betur en í fyrra og ég verði svo hissa, sko. Maður býst alltaf við dauðadómunum, sko. Þetta var búið, fólk er hægt að kaupa bækur, fólk er hægt að lesa bækur, fólk er hægt að gefa bækur í jólagjöf. Með æðislegur siður og vonandi deyr aldrei. En já, það er bara gengur vel. Já, gott hugafæri á það þegar þú segir sko ég kvarta ekki yfir þessu því að maður hugsa náttúrulega, þú veist, ok, eitt er að fá borgað fyrir vinnunni sína, en annað er, ef þú veist að gefa út vöru, þá viltu að fólk noti vöruna þína. Og þú veist að gefa út list, þá viltu að fólk hlusti, lesi, þannig að
þú veist, einhvern veginn, ef að ég gef út bók og það eru 10.000 sem að tóku bókina inn, annarkvort í gegnum lestur eða hlustun, þá er náttúrulega eitthvað fengið með því frekar en ég myndi segja en ég vil frekar að séu bara 1500 sem að lesa hana, af því þá fæ ég aðeins meiri minn snúð. Já, þetta er líka bara þess að ég segi, þetta er bara nýr veruleiki og þetta er alltaf spurning um aðallegast eða deyja, þú veist. Ég er ekki með þetta huga að fara að vera bara það móti breytingum eða vera þrjóskast, þetta er bara heimur breytist. Ég er ekkert að þrjóskast á móti. Nei, maður verður bara að breytast með bara... En hvað með það, ég hugsaði því að ég gaf út eina bók sem var sko á eigin skinni, hún var gefin í janúar og einmitt fór í 4.000 eða 5.000 eintökum sem var rosa gott fyrir janúarbók sko. En það sem var svo geggjað fyrir mig þá var út af því hún var heilsu og ég hitti gegn þegar allir voru að fara í gulnun og allt þetta að þá sko tekjurnar sem ég fekk í gegnum fyrirlestra voru sko miklu meira en það sem ég fekk nokkuð í gegnum bóksölum og þá hugsaði ég alveg eins og tónlistarmaður sko veist, ef hann nær til margar með tónlistinni sinni en svo eru tekjurnar þegar það heldur tónleika. Já, þá vantar kannski fyrir rithöfund, þú veist, ef það væri rosa peningur í því þú verður að mæta og lesa upp á bókinni. Já, það væri einhvern veginn að hugsa þú veist hvernig þetta búið til aðra vöru en er að ná til margar. Við hafum engar performance, ekki á Íslandi. Nei. Ég veit ekki hvernig þetta er erlendis, ég bara veit það ekki. Nei, það er bara bóksalega bókmenntaneysla. Hvernig þú veist, ertu að þú segir 30 ára, ertu að ná núna að vinna eingöngu við þetta? Nei, það væri mjög dapurlegt. Það er svolítið. Já, þetta er það lítill markaður. Og þó ég sé búin að vera mjög duglegur og afkastamikill sko þá, nei, ég lifði á þessu skilur þegar ég var bara barnlaus og einhleppur eitthvað og borðaði bara bakaða baunir bókstaflega og hafragraut. Það var bara hægt, en nei, það er ekki mikið glamur í. Nei. Þannig að ég bara, já, ég vil alltaf verið bara að vinna eins og allir hinnir og skrifa á morgnana að kvöldin. Þannig að þú ert ekki að taka einhverja mánuð á árið þar sem þú ert bara eingöngu að skrifa? Nei, ég meira svona easy does it, finna mig tíma hverjum degi, gera eitthvað smá, staðinn fyrir að taka einhverja skorpur, bara misjafn hvernig menn vinna og ég er bara þannig, bara svona margt smátt, bara svona eins og bóndi. Já. Bara gefa kindunum, þú veist, söðburður, heyja, og svona, það er alltaf árið. Mér finnst það best að hérna svona ferðarlag. Já. Þú hjó eftir þú notaði á hann sagðir þakkláttur og svo einmitt sagðir ég er ekki að kvartunda breytingum. Þá lokaði maður aðeins að fara inn í svo umræðum listamannalaun. Því jafn mikið og ég get alveg verið þeirra skoðunar að þú veist að við erum að tala að það skiptir mála við þetta íslenskunni það er bara menningarlegt gildi að gefa bækur ég get alveg verið þeirra skoðunar bara já, það á að styðja fólk til að gefa bækur og listamannalaun þá er nákvæmlega þarna þú veist, ég hugsa svona þú veist, að það er þessi vanþakkláti tónn sem er, þú veist, hefur opinberið að láta mig hafa laun til að ég geta unnið vinnuna mína en samt er tónnið einhvern veginn þetta ætti að vera miklu meira þið vitið ekki hvað þetta er slæmt og allt þetta skilur við. Það sé líka hluta því sem fer í ákveðið parta alveg. Þetta er alltaf saman jarðsprengjusvæðið sko. Þetta er, já, það er að tala þetta endalaust, það er allir gráharið sko. En það á alltaf sko, að ræða, þegar opinberið einu peningum, það má alveg ræða það. Alveg saman hvort það er vegagerð, heilbrigðismál, menning og það er margt væri að gefst peningana en að styðja við menningu. Já, tungumálið sko bara per se er í hættu per se. Íslenskan er í hættu bara út af samfélagsmiðlunum og Netflix og krakkarnir eru bara alltaf talandi eða lesandi eða skrifandi og ekki bara krakkarnir, það er bara ég fyrir reglulega í ræktina og er alltaf byrjað að hjóla sko og þá eru skjáðinni fyrir ofan og það er alltaf rúf, bara svona texta, hvað það heitir, það sem er svona yfirgrip úr fréttum og það er ekki það er illa að skrifa sko, það er ekki skrifandi lengur. Það er svo enginn skilji lengur hvað hann er að skrifa, ekki einu svona blaðamenn á Ríkisútvarpinu sko, maður sé bara svona hrakandi bara svona setningagerð og hrakandi skilningur sko en sko
en með listamannalaunum það sko það sem alltaf verið að tala ekkert, sko sumir eru bara móti þessu en flestir ekkert að móti þessu en það máli ræðum hvernig þessu skipt hverju fá og hverju fá ekki og það finnst þið vera meira svona alveg beintengt við sko eins og þetta sækjum að gera handrit eða kvikmynd það miklu meira sko vinnutengt bara þú ætlar að skrifa þetta og fær þetta ekki bara til að skrifa fyrsta draft að handritið fær þennan pening og það þýðir ekkert fyrir að koma aftur eftir ár og segja að ég ekki búinn, get ég ekki meira pening það bara nei en í þessum listamannalaunum það eins og sumir allavega get bara endalaust fengið pening þó að þeir sé ekkert að klára það sem þeir að gera sko. Sammála. Þannig að þetta er ekkert það mikill peningur að það má ekkert mókunum á bara einhverja fáið nafn og síðan þeir eru komin í þessu stöðu að þetta lestur líklega að minnka og bóksala að minnka og svona tungumál og höfnisækja og allt þetta það þýðir ekkert að vera með einhverja svona rómantík og alltaf bara gefa út bara milljón bækur á ári sem enginn hefur áhuga að kaupa eða lesa en það bara að hugsa eins og ég útgefanda ég get ekki staðið þessu sjálfur ef útgefandi minn fer á hausinn þá er ég konið vandræði og til að útgefandi fari ekki á hausinn þarf hann að vera með höfunda sem eru vinsælir sem að skrifa bækur sem almenningur hefur áhuga á að lesa og þegar hann færi bara að gefa út einhverjar smásögur og ljóðabækur eða einhverjar listræna eitthvað sem fólk hefur lítinn skilning áhuga á það myndi bara á hausinn þannig að það má ekki gleyma því sko, tökum bara síðustu 25 ár eða eitthvað þannig. Langmikilvægasti íslenski rithöfundurinn bara Arnar Viðarsson. Hann bara langmikilvægastur af því að hann nær til almennings, hann vinsæll, útgefandinn hans fær tekjur og af því útgefandinn hans fær tekjur þá getur hann eytt peningum í þýðingar, í að gefa út minna þetta höfunda, í að gefa út bækur sem er ólíklegt að njóti vinsælda en kannski gerur næsta bók eða það næsta bók eftir sem höfum það þannig að það verður að bera virðingu fyrir þeim sem að draga vagnin og sammála, já, hann sammála og þetta hugsa maður að því nú hef ég einu sinni fengið ég eiginlega alla mína starfsævi unnið á einkamarkaði hlutur og það hefur verið svolítið svona það verður bara til blind hlið held ég þegar í einkafjölmiðlunum og það var bara niðurskurðarhnífurinn var hver einasta mánuð og tangandi þér ef ég einu sinni fengið eitthvað frá hinu opinbera það var þegar ég var að gera bíómynd og fótboltalandsliðið að þá fékk ég frá kvikmyndasjóði og ég man að þegar ég fékk jáið þá var það var fordæmi mynd sem var gerð kvennalandsliðið 2 árum áður sem var talsvert minna lagt í talsvert minna projekt, talsvert færri með áhuga á því og þú veist, það er bara tölfræði. Hún fékk hærri upphæð en ég, en fyrsta tilfinningin mér var samt bara takk, ég er að fá skattpening til þess að ég geti haldið áfram að vinna vinnuna mína og mér finnst það verið svo mikilvægt að þú takir þess ekki sem sjálfsögðu laun. Þú veist, það er frábært að bú í landi þar sem þið opinber tilbúið til þess að styðja vinnuna og mér finnst einhvern veginn það vera í allir þessari umræðu, þá finnst mér þú veist, þú er líka bara þetta hvernig er útlitað, ég til dæmis gef mér og nú er ég ekki að fara að bera mig saman við einhverja óbóðslega færa rithöfunda, en ég ég gef út 6 bækur, ég myndi aldrei fá listamannalaun, af hverju? Því ég bara ekki í réttu kreðsum það er alveg sama hvað ég hef gert í gegnum tíðan að vera aldrei boðið til Íslandsmarkaðs þetta er bara svona nákvæmlega þetta er svona ósýnileg slikja það sem bara, þú veist, sorry það bara ekki hlutlust hvernig það er að velja það augljóst það ekki, það bara staðreyndirnar segja annað sko og já, maður óverið þakklátur ég hef sótt þetta yfirleitt og langt oftast ég hef aldrei fengið ár ég fekk 6 mánuði ég veit ekki hversu oft kannski hátt í 10 sinnum og ég fengið 3 mánuði nokkrum sinnum þannig ég hef aldrei komist af þann stað að geta bara verið heima að skrifa sko en ég þakklátur fyrir þetta og þegar ég fekk 3 mánuði skiptaði máli þegar ég fekk 6 mánuði skiptaði algjörlega máli þá getur maður kannski legt sér íbúð á Akureyri í nokkrar vikur. Já, þarna myndi ég mitt vera með aðeins
þarna væri mitt take, ok, ef við erum að gera listan. Það var það sem ég hugsaði þegar ég var að gera myndina minna fyrir og fekk frá kvikmyndahlið. Það er lágmark að ég skilji þetta mynd, eins og þú segir. Það er dæmi bíómyndir sem hafa fengið, svæsnasta dæmið skilst mér að það var bíómynd sem fekk 90 milljónir og það var aldrei bíó. En 90 milljónir það voru greitar. Og eins og þú ert að segja með rithöndina, það ertu komin, ok, ef við horfum bara á almannafé eins og ég var að verja mínu eigin fé. Ef ég set listamannaraunin í Stefán Mána, þá segir bara sagan mér ég er að fara að fá bók. Já. Skilur, þá veist mér að byrja það er ekki hluta listamannar. Það er svona listrænt landshæfismat. Þú veist, þá myndi maður hugsa það að listamannaraunin myndu til dæmis duga fyrir manni svo þig til þess að geta eingöngu sinnt vinnuninni. Mér finnst það mjög eðlilegt. Því þú ert búin að sýna þig gegnum árin að það koma bækur og fólk vill lesa bækurna. Eins með Þorgrím Þráinsson og skilur, það er einhvern veginn svona, ég skil að það verður stundum að gefa einhverju tækifæri til þess að fá að koma með sína fyrstu bók eða einhver sem er kannski að höfða til hóps sem er smærri eða eitthvað, en á endanum viljum við ekki einmitt að við erum að hugsa tungun okkar, hugsa menningun, þetta sé eitthvað sem flestir vilja vera að lesa. Algjörlega, já, og líka bara svona líka einfalt að ef þú fæst 90 milljónir til að gera bíómynd sem gerur aldrei, það þýðir ekkert fyrir það að koma aftur. Sjálfsögðu ekki. Þannig á þetta að vera. Það er bara ok, við gáðum þið feitan séns og þetta er bara búið. En það þarf alveg það er líka alveg að skoða kvikmyndasjóð. Hann hefur endar breyst og hann er fann að veita rosalega svona faglega ráðgjöf og menn fá mikið svona feedback og svona. En þetta hefur alveg heykslið sko. Það kom einhver frétt þá var búið að frumsýna þetta er bara 3 ár íslenska kvikmyndir það árið og ég og allir aðrir voru bara hvað myndir og ég hef heyrt eina þeirra sko og svo sem að fekk minnst aðsókn í bíó og 200 manns eða eitthvað þetta er náttúrulega bara kom út í vittleysu sko. Já, það var það sem ég hugsaði mitt og þú veist aftur, maður er náttúrulega aldrei dómber á sjálfan sig. En ég fekk 2 nei og þau voru eiginlega búin að segja mér bara, þú ert bara frá að fá nei, ég hef bara heyrðu. Ég lagði af stað þessa vegferð með leikstjóra og við erum báðir með track record sem er þannig að við skilum alltaf afhurs. Íslenska landsliðið er í fyrsta skipti að komast stórmót. Það er öll þjóðin að fylgjast með þessu. Þetta er ómetalegt sko sagnfræðilega. Vilja að ég hendi sér í alvöru sko. Og þá er það þetta, skilur, þannig er svo augljóst að þetta er eitthvað og þessi peningur frá ykkur, þó hann sé ekki mikill, hann er bara make or break hvort við náum að gera það. Og eru þið með hennar sjóð, það er almenningur sem er að greiðja, er það ekki fyrir almenning? Já, ég myndi segja það. Skilur því svo er myndin sýnd á besta áherstíma á RÚV og hún gekk vel í bíó og ég held að það endar bara meir en 100.000 manns vort á þessu mynd. Það er bara á það peningur vel varið. Það á að hlusta á almenning. Það er menning. Nákvæmlega. Það er menning. Nákvæmlega. Ef þú færð Íslendingar til að fara í bíó og Íslendingar bíómynd, það er bara menning. Hvað sem það er grínmynd eða glæpamynd eða breytir engu. Það er menning, sko. Með allt á hreinu stuðmannamyndir, það er bara íslensk menning. En hvað er þetta með að þú snobba fyrir því að ákveðnir hlutir séu menning en aðrir ekki? Það er eiginlega úrkynjun, sko. Sko, við tökum bara bókmenntir, þetta er gömul grein, ég get ekki sett ártala á, hún er mjög gömul. Bara frá því að maður fór að geta prentað eitthvað, sko. Og fyrstu bókmenntaformin sem að verða vinsæl eða komast til almennings, það eru gamasögur, það er svona ástasögur, jafnvel eitthvað klæm og svo glæpir. Þetta af því að það var ógeðslega dýrt að prenta það og það þýtti ekkert að vera með próf eitthvað, það var bara veðið á bara það sem fólk voru áhuga á. Það bara hlæja, ást og glæpir. Og þetta er ennþá það vinsælasta í dag. Það breytist aldrei. Fólk vill hlæja og það vill spennu og ást / kynlíf. Þetta er bara svona grundvallar hlutir. Svo einhvern tímann á 20. öldinni eftir seinni heimsstyrjöldina líklega, þá verður svona gríðileg velmegun, þetta búmeradót sko, það verður til peningar og það verður eiginlega bara allir ríkir og fara með útgefundur og rithöfundar. Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.